Tak og erfiði maturinn. Rauðu sletturnar á tak og geyma eru eftir tómatsósu því það slettist svo mikið þegar þau voru að borða spagetti. Og svo fáum við heyra í lokin á sögunni lausn á þessu vandamáli með rauðum regnkápum. Tak og erfiði maturinn eftir Hjalta Bjarnason, útgefandi Freyjukettir norræn menning 2010 og svo ISB númer. Hérna Hjalti við Miðjarðarhafið í rauðri peysu. Á stjörnunni hans Taks geimauga. Þetta auga sér ýmislegt í alheiminum. Augað á sporbraut eins og tungl og í jaðri Úróns eða rétt utan við. Úróm gufuhvolfið á stjörnunni hans Taks. Augað gefur frá sér skemmtileg hljóð sem móttökutæki á stjörnu niðri nema. Hljóð heyrast þegar geimaugað sér eitthvað skemmtilegt og það alltaf að sjá eitthvað skemmtilegt. Bæði á daginn og á nóttunni. Einn geimdagur 8 jarðardagar. Svo mynd sendir líka í auganu. Það þarf að kveikja sérstaklega á honum í móttökustöðinni. Þetta sem lítur út eins og geimþoka í augum geimverana segir geimaugað að sé selir og vegur. Hægt að varpa myndunum á stóran skjá. Allir geta þá séð allt sem augað sér. Nú hlær geimaugað, sendir mynd frá jörðinni þar sem stígvél í fótbolta með kantaðan bolta. Og þegar nærmynd sýnd, eru þar mannakrakkar að borða eitthvað sem lítur út í augum augans eins og ormar eða skóreimar. Geimkokkurinn, sem líka geimbakarinn, að blanda jurtir samkvæmt gamalli geimhefð. 40 hlutar af birkilaufi, þurrkuðu og möluðu, 40 af ferskum söltum sölum af sjávarströndu, 20 af salvíu, 50 af blönduðum fjallajurtum, 35 af gresjulaufum, 45 af bláberja, hrútaberja og krækiberja safa, 20 hlutar af velmuldu eikarlaufi og greniköngla fræi. Hann ætlar að gera stóra köku með þessu í. Hún á að líta svona út. Gulrótaþjófurinn komst í laufin og stal mjög miklu af þeim. Þríhjóla geimveran átti leið hjá í hjólatúr og fór bara að hlæja þegar hún sá til gulrótaþjófsins. Því miður varð kakan ekki alveg eins í laginu hún átt að vera, en geimbakarinn lætur það ekkert á sig fá. Hann svo vanur svona smávegis klaufaskap. Hann sér nú á stóra skjánum að geimaugað hefur séð forvitnilegan mat. Hann pantar svona skóreimar eða orma frá fótboltastígvélslandinu á jörðinni. Hann fær pakka, opnar hann og ætlar að rækta svona á stjörnunni hans Taks. Hann stingur þeim snirtilega ofan í moldina og bíður eftir rigningu. Þegar rigndi, leit uppskeran út alveg eins og ormar eða skóreimar. Taki og geima líst ekkert mjög vel á þetta. En geimfuglunum líst mjög vel á þessa nýju orma. Geimkokkurinn lætur þetta ekkert á sig fá. Hann svo vanur því að ekki verði nú allt eins og ætlað var í upphafi. Hann hringir í fótboltastígvélið. La mamma svarar. No, non immaginare che possa coltivarli così, mio caro. Non hanno dei raggi. Non vivono, non possono credere. Þetta segir geimkokkinu nú ekki mikið, en þetta no segir eitthvað bitastætt
Og þetta Mio Caro hlýtur að vera eitthvað sætt. Hann ákveður að láta kalla sig Mio Caro héðan í frá og auglýsa Mio Caro mat og Mio Caro kökur og brauð. Tak og Geimi vilja gjarnan vita hvað þessi ormamatur eða skóreima matur sem augað sá sé í raun og veru. Þeir keyra litla geimbátinn inn í stóra geimskipið og ætla að leita að Mömmu til að spyrja hana þetta skrýtna fyrirbæri sem þau þarna kalla mat. Þeir skreppa svo til jarðar, gott að lenda skipin á góðum stað, taka svo svifbátinn til þess að finna Mömmu. Mamma tekur mjög vel á móti þeim og gefur þeim fulla diska af svona reimum eða ormum, löðrandi í formaggio osti og pomodoro tómatsósu. En þetta eru orð sem Tak og Geimi hafa ekki heyrt áður en læra. Mamma talar og talar, en Tak og Geimi skilja ekki eitt einasta orð nema þetta með ostinn og rauðu sósuna. Þeim þykir þetta ofsalega gott og taka til við að háma í sig. Það gengur að vísu illa því ormandi skreppa út úr suður og eru mjög stríðnir. Nú byrja krakkarnir hennar Mömmu að hlæja. Það er vegna þess að ormarnir sletta pomodorosósu út allt. Eða þessi skóreima flækja er óviðráðanleg. Geimi er í stökustu vandræði með að reyna að sjúga þetta upp í sig. Þetta tollir ekki á gaflinum hjá Taki, heldur rennur niður gaffalinn og upp á handlegginn á honum. Svo hann er komið með armbönd úr svona mat. Geimi og Tak eru orðnir rauð doppóttir og allt er í sulli. En nú fær Tak snjalla hugmynd. Honum dettur í hug að búa til pomodoro, tómatsósu rauðar, regnkápur með götum fyrir augun, munnin og hendurnar. Krökkunum hennar Mömmu þykir þetta stórfín hugmynd. Þau og Tak ákveða að framleiða svona regnkápur handa öllum ferðamönnum sem koma og vilja prófa þennan erfiða mat. Mamma hlær mikið og talar mikið, gefur Taki og Geima marga pakka af ormaskóreimum, kennir þeim að sjóða þær og kennir þeim að búa til formaggio og rauða sósu. Þeir fylla bátinn. Mamma og krakkarnir hlæja mikið og mamma talar og talar. Tak og Geimi koma sér í skipið. Þeir ætla að kenna kokkageimurunni að elda Mio Caro pomodoro skóreima rétt alla Mamma. Þetta er þannig kássu matarréttur að ekki einu sinni kokkageimurunni mun takast á klúðrunum. Þeir skutlast tilbaka heim á stjörnuna sína. 30 taksögur. Barn semur handa börnum.